Ágæti brautskráningarnemar, aðstandendur, samstarfsfólk og aðrir gestir. Ég býð ykkur hjartanlega velkomin á brautskráningarátak Verkmenntaskólans á Akureyri hér í Hófi. Verkmenntaskólinn á Akureyri hefur nú sem endranær starfað af miklum krafti og eldmóði og allir starfsmenn hafa lagst á eitt um árangurinn verði sem bestur. Hvort sem að ræða gæði þeirra þjónustu sem við veitum eða rekstur stofnunarinnar. Í vetur hófu rúmlega 1200 nemendur nám á haustun og 1100 á vorun í dagskóla eftir sem voru 500 nemendur í fjarnámi. Eftir að 118 manns brautskráðust í desember. Í dag er þessi hópur mun stærri en þá, eins og venja er, á vorin eða 140 nemendur af hinum ýmsu brautum skólans. Hópurinn gefur ágæta mynd af þeirri breytni í námsframboði sem Verkmenntaskólinn á Akureyri býður upp á. Það er von okkar að sá hluti hópsins sem hefur aflað sér starfsréttinda standi vel undir þeim að kunni sitt fag á meðan hinir stúdentarnir uppfylli þær kröfur sem gerðar verða til þeirra stefni þeirra á áframhaldandi nám og háskólastigi eins og þeir hafa nú rétt til. Iðnaðarmennirnir, flestir hverjir, eiga reyndar sveinsprófið eftir þar sem þeir þurfa að sanna bæði verklega og bóklega þekking og hæfni og etja kappi við félaga sína víðsvegar af landinu. Er það ekki síður prófsteinn fyrir skólann og meistara þeirra en fyrir nemendur. En staðreyndin er svo að nemendur okkar hafa jafnvel staðið sem er mikilli prýði á sveinsprófum og oft skarað fram. Þess má jafnframt geta að FMA sendi keppendur til keppni á Íslandsmóti iðn- og verkgreina sem framfór í Kórnum í Kópavogi í vetur. Okkar fólk gerði sér lítið fyrir að koma heim með 4 Íslandsmeistaratitla í húsasmíði, rafvirkjun, kjötun og sviði sjúkraliða. Í dag er líka brautskráð hópur nemenda af starfsbraut fatlaðra. Er það von okkar að skólanum hafi tekist að búa þá undir lífið og þeir fari héðan með gott veganesti eftir 4 ára veru í skólanum. Svo mikið er víst að það hefur veitt okkur mikla ánægju, leið það hefur verið okkur mikil uppörvun að eiga þess kost að fylgjast með þroska þeirra og framförum.
Væri óskandi að þeir sem treysta sig til ættu þess kost að mennta sig frekar og auka færni sína til þátttöku í samfélaginu og til betri lífskjara. Á nýliðnu skólaári hefur mikið kraftur verið í starfinu eins og áður segir að mörg verkefni sem ekki beinlínis tengjast hinum daglegu skyldum hafa verið innt af hendi. Má nefna að mikil áhersla hefur verið lögð á að treysta samstarf og samskipti VFMA við grunnskóla og háskólasviðið annars vegar og hins vegar við atvinnulífið. Aldrei hefur verið meiri þörf fyrir það en nú að allir þessir aðilar tali saman og allir viti hvað hinn að gera. Þá hefur veturinn verið óvenju eðlis saman á þeim sökum að við höfum átt í samstarfi við fjölmarga erlendar skóla og menntastofnanir, bæði á vettvangi Evrópusambandsins og Norðurlanda. Við höfum þeim sökum tekið á móti fjölmörgum nemendum, kennurum og skólastjórnendum og sendt fólk frá okkur í sama mæli til þeirra. Þetta okkur dýrmæt reynsla og þó svo að við búum hér norður við ysta haf, þá erum við sannarlega ekki eiginlega. Á undanförnum árum hefur þróast skemmtilegt vinnulag bæði á lokaun, rafvirkja og vélstjórn. Þau hafa verið fólkin í því að nemendur, eins og svo sem hefur gerst á Listnámsbrautinni og verið í mörg ár. Þau hafa verið fólkin í því að nemendur einn eða fleiri þurfa að leggja mörgum metnað fyrir lokaverk. Nemendur þurfa að koma með hugmynd að tæki, vél eða búnaði. Hanna hann, smíða og setja saman auk þess að leggja fram kostnaðar og rekstraráætlun. Í mörgum tilvikum hafa verkefni verið unnin í samstarfi við fyrirtæki sem hafa þá aðstoða nemendur við að skapa raunhæfar hugmyndir og aðstæður, lagt þeim til efni og aðstöðu þegar því hefur verið að skipta. Við vinnuna hafa nemendur þurft að nota þekkingu sína og færni á breiðu sviði til þess að gera hugmynd sína veruleika og láta dæmið ganga upp. Fróðlegt hefur verið að fylgjast með kynningu þeirra í upphafi annar og síðan að verklokum. Verkefni þeirra verkstjóra sem eru að brauðskrást í dag eru meðal annars fólkin í vatnsaflsvirkjun sem sett verður upp við Bláfell á Biskupstungnaafrétti til þess að knýja senda neyðarlínur og færanlega fóðurgang í fjós í Hörgársveit, samanber á uppsetningu og rekstri varmadælu og borun og rekstri hitaveitu og ferðaþjónustubíli í Fnjóskadal og svo mætti lengi til. Vilji okkar sá að innan fárra missera verði fleiri nemendum sem brauðskrást úr skólanum gert kleift að vinna lokaverkefni, hvort sem þeir eru í bóknámi eða verknámi. Við sjáum jafnvel fyrir okkur að nemendur af mismunandi brautum getur unnið saman, eins og til dæmis verðandi stúdentar á náttúrufræðibraut eða félagsfræðibraut og viðskipt- og hagfræðibraut með vélstjórum og eða rafvirkjum. Slík vinna væri góður undirbúningur, hvort sem væri fyrir þátttöku í atvinnulífinu eða háskólanám þar sem kröfur eru gerðar að nemendur hafi tileinkað sér vinnubrögð af þessu tagi. Má nefna tæknifræðinám í því sambandi en það er líka von okkar að innan skamms verði unnt að bjóða upp á slík nám hér á Akureyri. Undanfarin 4 ár höfum við boðið nemendum 10. bekkjar grunnskóla upp á að stunda nám á svokallari matsöl hjá okkur í VFMA. Hún er fólkin í því að duglegum nemendum sem uppfylla ákveðin skilyrði gefst tækifæri til þess að taka byrjunaráfanga í kjarnagreinum og jafnvel fleiri gegnum fjarnámi okkar. Gert er ráð fyrir því að þeir njóti leiðsagna kennara sinna í grunnskólanum ef svo ber undir, en flestir hafa algjörlega gert þetta á eigin forsendum og tekið einn áfanga eða fleiri eftir getu og áfanga. Þetta nám geta þessi nemendur stundað endurgjaldslaust, en við setjum reyndar þau skilyrði að þeir séu á leið hingað í VFMA að hausti. Með þessu móti hafa nýnemar hafið hér nám með alltaf 10 einingar í farteskinu sem segjum á að hljóta flokkast undir fljúgandi start. 6 nemendur á þessum hópi eru að brauðskrást í dag með miklum ágætum eftir aðeins 3 ára að vera í skólanum og sumir af fleiri neyti braut. Matsölin hefur smám saman verið að sækja sér veðrið og hefur fjölgun nemenda verið góð og stígandi. Er það von okkar að þessi viðleitni verði til þess að opna gáttir á milli grunn- og framhaldsskóla þannig að dugmiklir og skipulagðir nemendur fái verkefni við hæfi geti haldið sama tampinum frá unglingastigi í grunnskóla og upp í stúdentspróf eða hvers konar námsflokk og framhaldsskóla. Þetta gefur líka slíkum nemendum tækifæri til að nýta sér hið fjölbreytta námsframboð og sveigjanleika áfangakerfisins og það hafa þeir sannarlega gert. Ég er þeirra skoðunar að við eigum að leita mismunandi leiðum til þess að gera nemendum okkar kleift að brauðskrást framhaldsskóla 19 ára gamli en ekki með því að stytta bara framhaldsskólanum 1 ár eins og verið hefur stefna og yfirvalda með meðalbil. Ég held að leiðir af því tagi sem við höfum verið að bjóða upp á og prófa ýti frekar undir dugnað, ábyrgð, skipulagni meðal unglinga
sem síðan skilar þeim betri árangri í framhaldsskóla. Þessa mundir þess minnst að á afmælisdegi Akureyrarbæjar þann 29. ágúst á þessu ári verða 30 ár liðin á því að Verkmenntaskólinn á Akureyri var stofnaður. Árabil hafði verið talið tímabært að fjölga námstækifærum unglinga á Akureyri að loknum grunnskóla og stofna skóla af því tagi sem við þekkjum nú svo vel í dag. Með sameiningu framhaldsdeildar Gagnfræðaskóla Akureyrar, Iðnskólans á Akureyri og Húsmæðraskólans. Bæjarstjórn kaus byggingarnefnd 9. september 1980. Þá þegar voru lagðar línurnar það að sameina skyldi starfsemi allar skólanna undir einu þaki á Eyrarholtsholtinu, þar sem áður var gólfvöllur bæjarins. Menn voru stórhuga og gerðu áætlun að skólinn yrði fullbyggður haustið 1986, að því tilskyldu þó að ekki stæði á fjárveitingu. Fyrsta byggingin sem hýsti Málsmiðjabrautina var tekin í notkun 1983, ári áður en formleg stofnun skólans fór fram. Síðan var alltaf bætt við og á endanum hafði verið byggðir 14.500 fermetrar, en það var reyndar ekki fyrir haustið 2010, en þá hafði byggingaframkvæmdir staðið yfir með hléu í 29 ár. Ingvar Gíslason, þáverandi menntamálaráðherra, tók fyrstu skólastönguna þann 29. ágúst 1980 á afmælisdegi Akureyrar og sagði við það tækifæri meðal annars að við stofnun Verkmenntaskólans og með því að ákveða að hann skyldi vera jafngildur gamla menntaskólanum væri verið að framkvæma þá stefnu í skólamálum að gera verkmenntun jafn hátt undir höfði og hefðbundnu bóknámi. Þessi orð voru í tíma töluð og enn erum við að klífa á þeim því að þrátt fyrir allt finnst okkur enn vanta nokkuð á. Margt var til þess að byggingaframkvæmdir gengu ekki hraðar en raun bar vitni og ýmsu var bætt við og breytt frá upphaflegum hugmyndum. Því má segja að svolítil töf hafi jafnvel verið til bóta vegna þess að byggingarnar þróðust í saman við breyttar hugmyndir brautaskipan, fjölda nemenda og þarfir skólans. Reyndar var það svo að mörg aðalrýmur skólans voru upphaflega hönnuð með 700 til 800 manns í huga, en lengi vel hafa nemendur skólans verið á 12. og 13. hundraði. Af þeim sökum meðal annars nú verið að ganga frá deiliskipulagi í samvinnu við bæjaryfirvöld á skólalóðinni, þar sem gert ráð fyrir viðbótarbyggingum sem vonandi munu sjá dagsins ljós í náinni framtíð. Bernhard Haraldsson var skipaður skólameistari í apríl 1983 og beið hans æri verkefni að halda utan byggingaframkvæmdir á byggingarnefndinni, að skipuleggja brautaskipan og skólastarfið í heild sinni og síðast en ekki síst að ráða starfsfólk sem margt hvert enn við störf í skólanum. Þá beið Bernhards og samstarfsfólks hans það vandasama verkefni að breiða út fagnaðarerindið jafnsetningu verknáms og bóknáms. Allt þetta fórst þeim vel úr hendi. Ekki má heldur gleyma mikilvægu hlutverki fyrstu skólanefndarinnar sem skipuð var á bæjarstjórn 25. janúar 1983 að fylgjast með því að allt færi fram samkvæmt lögum og reglum, að standa að baki þeim ákvörðunum sem stjórnendur skólans tóku á erfiðum og stundum viðkvæmum tímum, uppbyggingartímum. Jæja, gott fólk, ég ætla ekki að teyma ykkur lengur á þessum orðaflaumi mínum, en býð ykkur núna upp á tónlistaratriði. Það hann Viktor Örn Valdimarsson sem að brauðskast hér í dag, sem ætlar að syngja lag eftir kærustuna sína, Helena Rankuríker, textinn eftir Viktor og Kristján Edelstein, gítarleikari ætlar að verða til hans og tröst.
alltaf verið duglegur, á sama tíma fínn og fallegur. Skólinn byrjar þegar á því þarf, ég klára hann til að ná í gott starf. Og nú skólinn rétt á enda og þá ég frjáls, hvað á ég að gera nú? Þetta líf of stutt. Skólinn tók allt of mikið tíma, nú annarkvort það léleg vinna eða háskólabak. Flytt bara heim til mömmu. 4 ár í skóla og lærðum margt, en eftir skólan liggur allt og margt ósagt. Hvítu húfur eru algjört drasl, situr upp á hillu 13.000 kall. Og nú skólinn rétt á enda og þá ég frjáls, hvað á ég að gera nú? Þetta líf of stutt. Skólinn tók allt of mikinn tíma, nú annarkvort það léleg vinna eða háskólabak. Flytt bara heim til mömmu. Situr upp á sviði framan þau, svaka þetta nú, kláða mikið taug. En ætli þetta endi ekki vel, jú þetta verður auðvelt að ég tel. Og þá skólinn rétt á enda og þá ég búinn, hvað á ég að gera nú? Þetta líf of stutt. Þetta líf of stutt. Takk fyrir. Viktor og Kristján Edelstam. Viktor svona í grunninn þungarokkari. Það margoft gert í tónlistarsögunni að þungarokkarar hafa sungið svona ballöður og hlotið mikla frægð fyrir. Nú gott fólk. Frá mínum bæjardrum séð tryggir Verkmenntaskólinn á Akureyri sjálfbærni nærsamfélagsins á margvíslegan hátt. Það að segja að það sé í sjálfu sér nægt svo margt. Nefna má atvinnulífið í þessu sambandi, ef VFM rauskað ekki á ári hverju 20 velmenntaðra iðnaðarmanna og fólk með starfsmenntun af ýmsum tagi, þá væri það ekki nærri eins kröftugt og raun ber vitni. Í þessu samhengi má einnig nefna háskólann okkar á Akureyri, engin framhaldsskóli á jafnhátt hlutfall nemenda við HA, en VFM hefði mátt 18%. Það skiptir okkur hér fyrir norðan miklu máli að geta boðið upp á sem fjölbreyttast nám, ekki bara fyrir unga fólkið á Akureyri og á Eyjafjarðarsvæðinu, því að VFM þjónustu við stærra svæði bæði vestan okkur og austan, en 25% nemenda eiga lögheimili utan Eyjafjarðarsvæðisins. Við þurfum að vera meðvituð mikilvægi skólana fyrir nærsamfélagið og spyrja okkur þeirra spurningar hvort við bjóðum upp á það nám sem ungt fólk og samfélagið hér þurfa á að halda. Og
Okkur ber að gæta þess að mennta nemendur okkar til að starfa hér á svæðinu, ekki síður en annars staðar. Af þeim sökum fjölbreytni mikilvæg og þurfum að hlusta á atvinnulífið. Hverjar þarfir þess eru? Þetta tvennt fer saman. Öflugt og fjölbreytt atvinnulíf og skólar á öllum stigum sem mennta fólk til starfa og búsetu á svæðinu. Það hefur vakið athygli að 80% nemenda Háskólans á Akureyri eru konur. Tel ég nú vera sóknarfæri fyrir háskólann okkar að huga af alvöru að því að bjóða upp á tækninám á háskólastigi, eins og til dæmis rafmagnstæknifræði, véltæknifræði, byggingatæknifræði og orku- og auðlindatæknifræði. Þegar er komið vísir að slíku námi þar sem auðlindadeildin og nú tel ég vera rétta tækifæri til að skoða þetta af fyllstu alvöru og allar þessari hugmynd pólitísks stuðnings og fylgis bæði á meðal sveitarstjórna og á Alþingi. Verkmenntaskólinn á Akureyri mun ekki láta sitt eftir liggja, en tengsl hans við atvinnulífið getur orðið háskólanám af þessu tagi öflugur bakhjarl. Við hér í VFMA þurfum að fylgjast með því sem er að gerast í kringum okkur og huga að því að hvort námsframboðið sé í takti við kröfur tímans hverju sinni. Ég tel að betur megi gera. Það er von mín að á allra næstu misserum verði unnt að bjóða upp á frekara nám í hvers konar hönnun, nýsköpunarfræðum og upplýsingamiðlun. Á þeim vettvangi hefur atvinnulífið verið að taka við sér og tel ég að brautin hafi verið rudd fyrir margvísleg atvinnutækifæri fyrir ungt og velmenntað fólk á þeim vettvangi. Ekki má heldur gleyma ferðaþjónustunni sem hefur vaxið fiskur hring. Það er von okkar að haustið 2015 muni VFMA geta búið nemendur sínum upp á fullnaðan nám bæði fyrir kokka og þjóna. Fjölgun veitingastaða og hótela með nemaleyfi svokalla hefur orðið talsverð á undanförnum árum og því hafa aðstæður breyst þannig að auðveldara er fyrir nemendur í þessum greinum að komast á lögbundinn samning hjá fyrirtækjum hér á svæðinu og þá er ég að tala um allt Norðurland og Austurland. Slíkt er forsenda fyrir því að unnt verði að bjóða upp á samningsbundin nám á þessu sviði hér á Akureyri. Eins og marghátt hefur komið fram hefur mikið fé verið tekið út úr framhaldsskólum landsins undanfarin ár sem hefur meðal annars komið niður og komið í veg fyrir nauðsynlega endurnýjun og kaup og búnaði fyrir verknámsdeildirnar og yfirleitt búnað af öllu tagi. Í nýgerðum kjarasamningi framhaldsskólakennara á ríkisins er gefin fyrirheit að úr þessum brýna vanda verði bætt á næstu misserum og meira fé verði varið til framhaldsskólana sem hafa verið hart leiknir undanfarin ár. Á afmælisárinu höfum við lagt áherslu á að minna fyrirtæki hér á svæðinu og almenning á mikilvægi góðs samstarfs, atvinnulífs og skóla, myndarlegir styrkir í þágu málm- og véltæknigreina frá fyrirtækjum í kælismiðjunni Frosti, Slippnum og Samherja áramótin bera vitni það að gagnkvæman skilning er að ræða á mikilvægi öflugs tæknináms og vilja til þess að stuðla því að verkmenntaskólinn á Akureyri sé í fremstu röð. Styrkir þeir sem höfum fengið að undanförnu hafa gert okkur kleift að fjárfesta í dýrum en bráðnauðsynlegum tækjum fyrir málsmíðabraut, vélstjórnarbraut og rafiðnaðarbraut en þar hafa fyrirtæki borðið Beckromans og Rönning einnig komið myndarlega að mála á undanförnu. Þessi styrkir styrkja þann vilja okkar að skólinn geti tekið þátt í tækniþróun og haldi í við atvinnulífið. Félagslíf nemenda hefur verið með ágætum í vetur eins og endranær. Við höfum státað því að halda vímulausar skemmtanir í skólanum og þekkjast á alla tilvík þar sem við höfum þurft að hafa afskipti af nemendum sökum örmumnar eða neyslu fíkniefna. Ég þarf nú að segja svokallaða dimmisjón eða kveðjuhátíð brautskráninganema sem fór að þessu sinni fram í Hvívetna og var öllum til sóma sem þátt tóku í honum. Í vetur bar svo við að nokkrir nemendur tóku sig til og sett á stað útvarpsstöð með aðstoð eins kennara síns á rafiðnaðarbrautinni. Eftir tilskilin leyfi voru komin í hús, hófust útsendingar með efni af ýmsu tagi þó að tónlistin hafi verið undirstaðan. Mér þótti sérstaklega vænt að útvarpsstöðin skuli hafa starfað af krafti meðan á verkfalli kennara stóð í 3 vikur. Eigum ekki að segja að hún hafi verið límið sem tengdi nemendur við skólann þennan tíma en þess má geta að brottfall sem beinlínis var unnt að rekja til verkfallsins var minna en við höfum átt von á. Grunnskólakynning fór fram á haustinu eins og venja en þá eru nemendum 10. bekkjar í öllum skólum á Akureyri og Eyjafjarðarsvæðinu og nágrannabyggðum í austri og vestri boðið í heimsókn. Á þessu sinni var framkvæmdinni breytt meðal annars á þann veg að meiri áhersla en áður var lögð á þátttöku nemenda VFMA. Þetta fyrirkomulag þótti takast vel og var ánægjulegt að sjá hvað nemendur okkar voru góð og öflug auglýsing fyrir skólann. Þessi hópur tók einnig að sér verkefnið að heimsækja þessa sömu bekki í grunnskólanum í vorun. Þetta var okkar besta kynning til þessa
en að sjálfsögðu hefur skipulagið og framkvæmdin hvílt mest á herðum öflugra námsráðgjafa skólans. Góðir gestir, og komið að sjálfri brautskráningunni. Að þessu sinni verða 140 nemendur brautskráðir eins og áður segir á ýmsum námssviðum og brautum og því afhendum við nokkuð fleiri skírteini. Sumir að brautskráð 2 og 3. Okkur það ekkert að vanbúnaði. Kennslustjórarnir hinna ýmsu námssviða munu annast afhendingu prófskírteina og kalla upp þá nemendur sem hver sig hefur haft innan sinna vébanda. Og ég vil biðja viðstaddur að klappa bara aðeins þegar nemandi hefur tekið í hönd kennslustjórans. Og þá kalla ég fyrst til Jónas Jónsson, kennslustjóra samfélagsfræðasviðs. Já, góðan daginn og gleðilega hátíð á þessum fallega degi. Þá ætlum við að hefja brautskráninguna og byrjum eins og venjulega á félagsfræðabraut og ég kalla hér nemendur upp einn af öðrum til að taka við skírteinum sínum. Og fyrst kemur hér til mín að þessu sinni að útskrifast 25 nemendur af félagsfræðabrautinni. Þá ætlum ég að kalla til mín Önnu Karen Sigurjónsdóttur frá Akureyri. Og því næst Axel Brynjar Magnússon frá Akureyri. Og þá hana Berglindi Ottesen frá Akureyri. Hana Bergrúnu Guðmundsdóttur frá Þórshöfn. Og þá Elvar Snæbjarnason frá Akureyri. Og því næst Eydísi Lind Guðrúnardóttur frá Seyðisfirði. Nú þá kemur hann Halldór Arnarsson frá Akureyri, uppruninn reyndar í Skagafirðinum að ég held. Halldóri hefur legið á, hann kom hér á sínum tími gegnum matsönnun okkar og að ljúka stúdentsprófi á 3 árum. Þið látið ykkur ekki bregða, þá komið annað inn og þá kemur næst Haukur Svansson frá Akureyri. Og Hrefna Marín Jörgensdóttir frá Þórshöfn, fyrirgefiði. Nú, Ingólfur Árnason sem einnig útskrifast af félagsfræðabraut, hann þurfti austur á Seyðisfjörð að spila fótbolta og vinna, þannig að við sendum honum bara bestu kveðjur og hamingjuóskir. Hann frá Akureyri. Og þá kemur Ísak Ólafsson frá Akureyri. Og hún Jóna Brynja Birkisdóttir frá Akureyri. Og Karen Rut Aðalsteinsdóttir af Neskaupstað. Katrín Gunnarsdóttir frá Akureyri.
frá Akureyri. Þessu næst ætla ég að kalla hana Maríu Dís Ólafsdóttur úr Norðurþingi hérna. Hún var nú reyndar eftir að koma hérna minnst tvisvar í viðbót því að hún er að útskrifast af 3 brautum með ágætiseinkunn af þeim öllum. Og þá kemur Ottó Freyr Gunnarsson úr Reykjanesbæ. Og þá Róbert Karl Bólter frá Akureyri. Og þá Sandra Björg Ernudóttir frá Akureyri. Og þá Sigurbjörg Marín Jónsdóttir, Akureyri. Sindri Vésteinsson frá Akureyri. Og þá Stefán Ernir Valmundarsson frá Akureyri. Úlfar Gunnarsson frá Akureyri. Og þá Viktor Örn Valdimarsson af Skagaströnd. Og þá síðasti nemandi af félagsfræðabraut Þorbjörg Jóna Guðmundsdóttir og Varmahlíð eða Skagafirði. Að þessu sinni útskrifast 5 nemendur af viðskipt- og hagfræðibraut og þá ætla ég fyrst að kalla hér upp Arnór Dag Dagbjartsson frá Akureyri. Og hana Birnu Ósk Gunnarsdóttir frá Akureyri. Hún er einnig að ljúka námi á einungis 3 árum. Þetta er sami maður áðan, þetta er Hjalti Jósafat Arnarsson, tvíbara bróðir hans Halldórs og hann er útskrifast af viðskipt- og hagfræðibraut á einungis 3 árum. Jónas Kári Eiríksson af Akranesi. Og svo kemur hún María Dís Ólafsdóttir úr Norðurþingi. Að þessu sinni útskrifum við 3 nemendur sem ljúka stúdentsprófi að loknu 2 ára viðskiptanámi og fyrstur kemur hér Bjarni Bent Ásgeirsson úr Rangárþingi ytra. Og þá kemur hún Harpa Sif Halldórsdóttir frá Akureyri. Hún hefur reyndar aðalega tekið raungreinu undanfarið og staðið sem er miklum ágætum á því sviði líka. Gjörðu svo vel.
og að lokum Sigtryggur Gunnarsson frá Akureyri. Þá lokið brautskráningu af félagsfræðibraut, viðskipt- og hagfræðibraut og viðskiptabraut. Ég óska ykkur öllum innilega til hamingju með daginn. Takk fyrir mig, gleðilegt sumar. Þá kemur hér næst Ragnheiður Þórsdóttir, kennslustjóri listnámsbrautar. Góðan daginn og gleðilega hátíð. Í dag brautskrást 18 nemendur frá listnámsbraut, 11 af hönnun- og textakjörsviði og 7 af myndlistarkjörsviði. Fyrst ætla ég að kalla hérna til mín Önnu Maríu Hallgrímsdóttur frá Akureyri. Næst kemur Álfríður Þórhallsdóttir, hún úr Þingeyjarsveit. Og þá það Elín Sif Sigurjónsdóttir frá Akureyri. Erika Jensen frá Akureyri. Sigþórsdóttir, hún frá Akureyri. Næst það Guðbjörg Þóra Stefánsdóttir, hún frá Akureyri. Og þá það Harpa Ósk Lárusdóttir, hún úr Húnaþingi vestur. Sveinsdóttir, hún frá Akureyri. Katrín Sif Antonsdóttir, hún það stendur hjá sig frá Akureyri, ég veit hún frá Ólafsfirði. Kristín Guðjónsdóttir, hún frá Akureyri. Sigríður Höskuldsdóttir. Þá það myndlistarkjörsviði. Alma Þorsteinsdóttir, hún frá Grenivík, en hún gat því miður ekki verið hérna hjá okkur í dag, en við óskum henni til hamingju með stúdentsprófið. Næst það Arna Halldóra Rögnvaldsdóttir og hún frá Akureyri. Jón Arnar Kristjánsson, hann frá Dalvík. Kristoffer Páll Viðarsson, hann frá Akureyri. Sindri Bangsson Kristinsson og hann frá Akureyri. Valgerður Jakobína Hjaltalín fyrirgefiði, hún frá Sauðárkróki. Og síðast en ekki síst, Þorvaldur Guðni Sævarsson, hann frá Eskifirði. Brautskráningarnemendum og fjölskyldum þeirra til hamingju með daginn. Gleðilegt sumar. Takk fyrir mig.
Þá er það Ragnheiður Gunnlaugsdóttir, kennslustjóri starfsbrautar. Komið öll sæl og blessuð og til hamingju með þennan fallega dag. Af starfsbrautinni útskrifast 13 nemendur að þessu sinni. Og fyrstur er Axel Birkir Þórðarsson, Akureyri. Svo útskrifast líka Birkir Týr Arnórsson, en hann gat ekki verið með okkur í dag og óskum honum einnig til hamingju. Og þá er það Bjarki Tryggvason frá Akureyri. Svo er það Gunnar Þorbjörn Gunnarsson, en hann gat ekki heldur verið með okkur núna. Svo er það Hjörvar Þór Hreiðarsson frá Akureyri. Og þá er það Hrafn Knudsen, Akureyri. Og svo kemur hún Katrín María Karlsdóttir frá Akureyri. Og þá kemur Kristín Rósa Jóhannsdóttir Akureyri. Og svo kemur Lára Magnúsdóttir Akureyri. Og þá kemur María Rún Hansen, Akureyri. Og þá kemur Sveinn Andri Hinriksson, hann er frá Svalbarðseyri. Og svo er það nú Tinna Björk Traustadóttir frá Akureyri.
Þorsteinsdóttir, líka frá Akureyri. Og ég óska öllum sem útskrifast innilega til hamingju. Og ég verð að segja, ég á nú eftir að sakna þess að krakka. Gleðileg sumar. Kemur hérna næst Ragnheiður, Borghildur Blöndal, kynstjóri Raungrýnarsviðs. Eins og þið sjáið, þá dettur mér ekki í hug að vera ein að þessu, en leið býði ég ykkur velkomin, gesti og útskriftanema. Af Raungrýnarsviði eru útskrifast í dag tæplega 30 manns af svona hinum ýmsu brautum eða ýmsu sviðum. Og fyrst eru hérna matartæknar sem hafa verið hjá okkur 3 annir í lotunámi. Og eins og þið heyrið þegar ég les upp heimilisföngin fyrst að það þarf að láta vita hvað þau vor, þá hafa þau nú sum lagt ansi mikið á sig. Og fyrst hér er Dagrún Þórisdóttir sem kemur frá Bakkafirði. Þá kemur Ísfirðingurinn gestur Ívar Elísson. Og ég eiginlega verð að segja, ég harma það að hann skulle ekki vera að klára veðurfræði því að það var alveg sama hvernig viðræði alltaf mætti gestur. Því næst er það Jóna Sigurgeirsdóttir frá Akureyri. Höskuldsdóttir frá Þórshöfn. Og þá er næst úr Þingeyjarsveit Svanhildur Kristjánsdóttir, en hún lætur sér ekkert nægja að vera matartæknir, hún vildi bara vera stúdent líka. Matartæknin hér er Silvía Steinunn Benediktsdóttir, ættuð úr Svalbarðshreppi, en hún átti stutt að fara því hún starfaði í Verkmenntaskólanum. Og þá koma hér næst sjúkraliðar. Og hér í þessum litlu pökkum er Nýja testamenti sem Gideonfélagið hefur haft fyrir sið að gefa öllum nýútskrifuðum stúdentum og félag sjúkraliða á Akureyri færir þeim öllum rós í tilefni dagsins. Nú með í skírteinum þeirra er líka svona skilyrði sem að býður þau velkomin í Sjúkraliðafélag Íslands. Og þá kemur hér fyrst Bryndís Lilja Friðriksdóttir frá Dalvík. Einkennilegt hvað ég gleymi alltaf guðsálminu. Já, nei félagi, ekkert súkkulaði. Guðrún Helga Jónsdóttir, nú það vill nú svo til að hún er að útskrifa sína dóttir
í Menntaskólanum á Egilsstöðum og við bara sendum henni kveðjur. Og þá kemur Guðrún Sveinsdóttir og hún ekki bara sjúkraliðaréttindum, heldur stúdentsprófi einnig og ef ég ekki að ljúga þá henni gerð þetta á 3 árum. Sæmundsdóttir Akureyringur, hún bara brá sér til Kanaríeyju og við sendum kveðjur. Og ég nú bara að velta fyrir mig svo blómið hennar vissni hvort að ég ekki bara fá blómið hennar. Það fyrir þess. Það verður. Þetta fekk svona áblómadrengin. Þá það sjúkraliðin Helga Margrét Jóhannesdóttir frá Akureyri. Og þá það Kristín Helga Stefánsdóttir frá Svalbarðsströnd og hún bæði sjúkralið og stúdent. Ég deiliði út á eftir. Það eins og vant Margrét Dúna Gunnarsdóttir Reyðarfjarðarsveit. Hún Dalvíkingur. Og síðasti sjúkraliðin hér Súsanna Svansdóttir frá Dalvík. Sem hafa lokið. Það getur ofra fleirum. Þá hér þeir sem hafa lokið stúdentsprófi eftir 2 til 3 ára starfsnám og fyrst hér Akureyringur Fjóla Eiríksdóttir en hún ekki við og við sendum henni bara bestu kveðjur. Og þá næstur Markús Darri Jónsson frá Akureyri. Í hans umslagi 2 skírteini, íþróttabraut og stúdent. Og sama má segja nýstúdentir Skarphéðinn Einar Jónsson, hann Mývetningur. Silvía Halldórsdóttir sem úr Mývatnssveit. Og þá röðin komin að þeim sem að ljúka náttúrufræðibraut og þar fyrst Alma Dröfn Vignisdóttir frá Skagaströnd. Guðbjörnsdóttir Reyðarfjarðarsveit. Elín Helga Björnsdóttir frá Akureyri.
Haraldur Björn Sigþórsson frá Akureyri. Og þá kemur aftur hún Helga mín Margrét sem lauk líka stúdentsprófi af náttúrufræði Braut. Og þá er það Hörður Kristófer Bergsson frá Akureyri. Svo gaman að skipta á því sem aðrir að gera, þá er hún komin hér María Dís Hans Jónasar og nú ætlar hún að veita viðtöku náttúrufræði stúdentsprófi. Og þá er það Nanna Kristjánsdóttir, Mývetningur. Silja Dögg Birgisdóttir frá Akureyri. Silja Rúnarsdóttir og Þingeyjarsveit. Sindri Arnór Ólafsson frá Akureyri. Stefán Gunnar Stefánsson, Akureyri. Telma Rut Þórarinsdóttir, hún er frá Reykjavík. Og síðust er Viktoría Arnardóttir Borgarfirði. Og segist nú búa í Þingeyjarsveit, við höfum það nú bara eins og við viljum. Nú þá ætla ég bara að lokum að óska ykkur sem sitið í sal, nemendur mínir, til hamingju með daginn. Fyrir borðið þar að Baldvin Ringstad kennslustjóri tæknisviðs. En það er ekki ég. Ég er Ragnheiður og nú ætla ég útskrifa Gunnar Þorbjörn Gunnarsson sem er kominn. Gunnari til hamingju. Komið þið sæl. Mér þykir sannlega vænt mína nemendur eins og Borghildi, en við gerum samkomulag við ætlum ekki að kyssast. Við hugsa hlýlega hver til annars veitir. Á tæknisviði útskrifast 32, en skírteinin eru 48. Þar er eitt skírteini hérna með einhverjum 10, nærið 30 sinnum. Ég hef aldrei séð hann aðeins. Við byrjum hérna á iðnaðarmönnum. Það eru húsasmiðir, það eru 8 húsasmiðir sem útskrifast í dag. Og fyrst skalla ég fram Bergþór Arnarsson frá Húsavík. Guðni Már Skúlason,
Húnaþingi vestra. Jónas Hjartarson úr Eyjafjarðarsveit. Sigurður Haukur Valsson úr Dalvík. Og frá Akureyri Sigurður Sævar Brynjólfsson. Snorri Páll Harðarsson úr Eyjafjarðarsveit. Og Vífill Már Viktorsson frá Akureyri. Þá hérna 3 húsgagnasmiðir. Og sá sem fyrstur kemur hérna upp hefur einnig lokið stúdentsprófi, Eyþór Snær Eyþórsson frá Akureyri. Og frá Akureyri Ronsi Sisner á Skatalan. Akureyringurinn Valtýr Freyr Helgason. Auk þess líkur Björn Már Björnsson frá Dalvík húsasmiði, hann á sjó. Og hérna eru nokkrir rafvirkjar líka. Einn fastur í vinnunni, það Elvar Þór Bjarnason frá Akureyri. En Ómar Valur Jónasson, hann rafvirki og stúdent, hann Akureyringur. Og Eyjafjarðarsveit Tómas Karl Benediktsson, rafvirki. Svo loks einn stálsmiður, Anton Freyr Þórhallsson frá Akureyri. Þá komið að vélstjórunum, þessi ljúka DSD vélstjórnar, efsta þrep. Þeir ljúka allir stúdentsprófi líka og flestir hafa bætt við sig rafvirkjun. Og fyrstur hérna vélstjóri stúdent rafvirkji Björgvin Valdimarsson frá Akureyri. Næstu þrefaldur líka, Brynjar Þór Ingjaldsson frá Háskólafirði. Vélstjóri stúdent rafvirki Ívar Dan Arnarsson á Stöðvarfirði. Næsti vélstjóri heitir Lárus Reynir Halldórsson frá Dalvíkurbyggð. Vélstjóri rafvirki stúdent Óðinn Arngrímsson úr Þingeyjarsveit. Hann þrefaldur
ávallt Sigurjón Hilmar Jónsson, Akureyri. Þrjú skiptinni hérna á hann Þorlák Sigurðsson, Akureyri. Einnig lýkur vélstjórnarnámi Hákon Blöndal Gíslason frá Ísafirði. Þá eru þeir sem hafa lokið stúdentsprófi sem viðbót við námið. Og fyrstur er það Alexander Kristjánsson frá Seyðisfirði. Arnór Eiðsson úr Þingeyjarsveit. Haukur Marteinsson, Þingeyjarsveit. Hjörtur Eli Steindórsson, Reyðarfirði. Og loks Martin Einar Jensen, Hörgársveit. Auk þeirra hafa lokið stúdentsprófi þau Linda Baldursdóttir frá Akureyri, Jóhannes Ólafsson, Reykholti Borgarfirði, Hafsteinn Jónasson úr Þingeyjarsveit og Ari Þórsson, Dalvíkurbyggð. Þá óska ykkur öllu til hamingju með daginn. Þá er hér nokkru nemyndar að brauðskrást gegn fjarnámið og það er Ingimar Árnason, kennarastjóri fjarnáms sem annast þá. Komið þið sæl, til hamingju með daginn. Í dag eru 12 nemendur að ljúka námi gegnum fjarnámið okkar og 5 af þeim eru mættir hérna. Fyrst eru 2 stúdentar, það er Jóhann Már Kristinsson frá Akureyri. Stúdent að loknu starfsnámi, viðbótarnáminu, það er Jón Elvar Gunnarsson, Eyjafjarðarsveit og hann er búfræðingur. Þá er það meistararnir okkar sem hafa lokið námið, það er fyrstur Bjarki Sigurðsson, meistari í Bifröðin Akureyri. Fannar Bendiðsson, meistari í matreiðslu frá Húsavík. Og lokum Jón Valgeir Baldursson, meistari í pípulögnum frá Ólafsvík. Og auk þeirra hafa lokið námi Alma Bjarnadóttir, Hafsnýrtiðin, Reykjavík, Ásdís Árnadóttir, meistari Hafsnýrtiðin, Sauðárkróki, Björn Gunnar Hreinsson, meistari í rafvirkjun, hann Vopnafirði, Halldór Berg Sæmundsson, meistari í rafvirkjun, Neskaupstað, Ingar Ósk Sandholt, meistari Hafsnýrtiðin, Mosfellsbæ, Jón Örvar Eiríksson, meistari í húsasmiði, Reykjavík og Karitas Anna Vignir, meistari á Hafsnýrtiðin, Vopnafirði. Við flögtum bara við. Ég er stundum svo öllum innilega til hamingju með daginn og eins og Jónas er fyrir þetta og óska ykkur gleðið sumars. Takk fyrir það. Þá er hérna tónlistaratriði. Kamilla Ósk Heimisdóttir
leika hér á selló ásamt vinkonu sinni Sölku Kristjánsdóttur sem nemandi í Menntaskólanum á Akureyri en báðar eru þar nemendur í Tónlistarskóla Akureyrar í Atla. Gjörðu svo vel. Setjum kollin, krakka mínir. Þá komið að tónlistaratriðinu, þá eru það Kamilla Ósk Hermannsdóttir og Salka Kristjánsdóttir sem leika hér á selló.
Þekku fyrir Kamilla, Ósk og Salka. Að vanda eru veittar viðurkenningar til þeirra nemenda sem skarað hafa fram úr eða ná bestum árangri í einstökum greinum. Það getur stundum verið mjótt á mununum og erfitt að geta ekki veitt efstu 2 eða 3 eða 4 eða 5 verðlaun nema þessu nýjafnir. Reyndar stór hópur nemenda hér í dag sem hefur stundan á sitt af mikilli elju og samskursemi og því það náttúrulega ekki tala hæfileika þeirra sem eru miklir, þessara nemenda okkar í dag, sem endra nær. Námsárangur efstu nemenda hefur sjaldan verið meiri en nú og nokkrar meðalengunir hlaupið vel við 9. Nú sem endar nær eru ýmis fyrirtæki og stofnanir sem koma til liðs við okkur og gefa henni ýmsu verðlaun og þeirra getið í hvert sinn. En Sigríður Huld Jónsdóttir aðstoðarskólameistari verður til halds og trausts. Þannig að ég ætla fyrst að kalla hingað Bjarneyju Guðbjörnsdóttur, fær verðlaun fyrir besta árangur í þýsku, gefandi þýskustendir á Reykjavík. Karin Rut H. Aðalsteinsdóttir hlýtur verðlaun fyrir framúrskarandi árangur í samfélagsgreinum. En gefandi minningarsjóður Albert Sölva heitir, sem að kenna hér við FMA. Guðbjörg Þóra Stefánsdóttir, Kristjánsbrautinni, hlýtur verðlaun fyrir framúrskarandi árangur í textílgreinum á Kristjánsbraut, gefandi kvennasamband. Guðbjörg, hún hlýtur líka verðlaun fyrir framúrskarandi árangur í frönsku og ég ætla að tala um mömmunni í gær. Ég var að velja bækvænarhandinni, ég veit ekki hvort ég mókast, en það er náttúrulega Saga hönnunar og svo er það eina ágæta bók hérna Við matröð. Guðbjörg Þóra á líka að fá verðlaun fyrir textílgreinarnar, voru þau ekki hérna ykkur stað? Og hérna, þú kemur bara aftur hérna, Guðbjörg Þóra, en Harpa Ósk Lárusdóttir. Ég er nefnilega einni verðlaun fyrir framúrskarandi árangur í textílgreinum, þar voru eiginlega alveg 9 jafnarins ágætu tölur. Harpa Ósk Lárusdóttir, já, Þorvaldur Guðni Sævarsson hlýtur verðlaun fyrir bestan árangur í myndlistagreinum á Kristjánsbraut, gefandi Litaland. Og nafni mig Hjalti Jósafat Arnarsson, fær verðlaun fyrir bestan árangur í viðskiptagreinum. Ég held lengi við þetta var einn og sami maður en þeir bræður, sko, alveg eins. En þetta er Hjalti Jósafat. Anna Kristjánsdóttir fær verðlaun fyrir framúrskarandi árangur í efnafræði og gefandi Efnafræðingafélag Íslands. Harpa Sif Halldórsdóttir fær verðlaun fyrir frábæran árangur í stærðfræði og raunvísindum.
Hún fær verðlaun fyrir framúrskarandi árangur í íslensku og Geirmundur Eymundsson á Akureyri. Hún Kristín Guðjónsdóttir fær líka verðlaun fyrir framúrskarandi árangur í íslensku frá Eymundsson. María Dís Ólafsdóttir, hún fær sérstaka viðurkenningu fyrir að hafa lokið stúdentsprófi á 3 brautum samtímis með framúrskarandi árangri 19 ára gömul. Gefandi er Íslandsbanki. Og svo er þið komið að dönsku verðlaununum og það er Kristín Guðjónsdóttir sem hlýtur þau í þessu sinni og gefandi danska sendiráðið. Þær stöflur María Dís og Kristín og jafnframt báða 2 verðlaun fyrir frábæran árangur í ensku og gefandi SBA Norðurlönd. Loks fær Kristín Guðjónsdóttir, hvernig þeirra, hann er létt næsta, svífur á engjum þöndum, það er, hún fær verðlaun fyrir hæstu einkunn á stúdentsprófi og gefandi Flugfélag Íslands. Háskólinn í Reykjavík veitir sérstök verðlaun fyrir framhaldsskólandi árangur í raungreinum og stúdentsprófi í hverju framhaldsskóla. Um er að ræða bókaverðlaun sem veittur þeim nemenda sem hlýtur hæstu meðaleinkunn þeirra sem hafa lokið að minnsta kosti 21 einingu í stærðfræði og 6 einingum í eðlisfræði. Auk þess að verðlaunahafar sem kjósa að hefja nám við Háskólinn í Reykjavík, nýnemastyrk og niðurfelld skólagjöld fyrstu hönnina í náminu. Þessu sinni kom þessi verðlaun í hlut Þorláks Sigurðssonar vélstjóra með meira. Háskólinn í Reykjavík, hann er mjög áfjáður að fá nemendur af þessu tagi með þennan grunn, vélstjórn, rafvirkjun, stúdentspróf og allan pakka. Við eftirsóttir nemendur í háskólanum. Nú Þorlákur fær einnig verðlaun fyrir bestan árangur í faggrein og vélstjórnar og gefandi Norðurlandsdeild tæknifræðinga Félags Íslands. Jónas Hjartarson, húsasmiður, fær verðlaun fyrir bestan árangur í faggreinum húsasmiða. Snær Eyþórsson fær verðlaun fyrir bestan árangur í faggreinum í húsgagnasmíði. Gefandi bygging, Félag byggingamanna. Og þá hérna hún Svanhildur Kristjánsdóttir úr Þingeyjarsveit sem brautskrást í dag sem stúdent og matartæknir. Hún hlýtur verðlaun fyrir bestan árangur í faggreinum matartækna. Það sem að geta sonur hennar Óðinn Arnbjörnsson líka brautskrást í það sem verðstjóri með.
Harpa Kristín Sæmundsdóttir fær verðlaun fyrir bestan árangur í hjúkrunargreinum á sjúkraliðabraut, gefandi sjúkrahúsið á Akureyri. Hún er á Kana. Já. En svo er hérna piltur sem heitir Ronny Cisneros Catalan. Hann hefur nú lokið námi í húsgagnasmíði. Hann hlýtur viðurkenningu félags sem heitir Ístrú, sem er félag kennara sem kenna íslensku sem annað tungumál fyrir frábæran árangur í námi í íslenskum framhaldsskóla. Þá er komið að sérstökum verðlaunum hérna sem kom í hlut vélstjóra sem heitir Brynjar Ingjaldsson. Við erum að koma hérna. Brynjar Ingjaldsson fær sérstaklega viðurkenningu frá kennurinn sínum á vélstjórnabraut fyrir seiglu, dugnað og framfæri í námi, gefandi norðurorka. Hér er það kveðja frá kennurum hans og þeir segja að þetta Brynjar hefur sýnt mikla staðfestu og elst við hverja raun. Með dugnaði, þrautseigju og því að missa ekki sjónar af markmiðum sínum lýkur Brynjar námi sínu við Verkmenntaskólann í Sóma. Síðan koma hérna með smá vísu eftir Stein Steinar sem hljóðar svo. Víst er þetta löng og erfið leið og lífið stutt og margt sem út af ber, en tíið gegnir tár og hverskins sneið skín takmarkið og bíður eftir þér. Til hamingju. Kristín Rósa Jóhannsdóttir á starfsbraut fatlaðra. Kristín Rósa Jóhannsdóttir fær viðurkenningu fyrir að vera fyrirmyndar skólaþegn. Svo neitt er að nemandi sem getur státað 100% mætingu í heilar 7 annir og í stundanám sitt af einstaklega saman. Og við afhendum líka þá nokkra blómvendi, nokkur nefnendur sem hafa starfað dyggilega félagslífi í skólanum, þakklæti svottur í dugnað og ósaklíkni í þágu félaga sína. Ýmist hefur þetta ágæta fólk geymt ábyrgðarstöðu fyrir nefndafélagi Þórtunnu, eða lagt gjörvahand á plóginn á einhverjum sviðum skólalífsins, skólastarfsins. Það var hann Haukur Svansson, sem er unnið mikið fyrir nefndaráðið, Haukur Svansson og Tinna Traustadóttir. Svo ætla ég að hérna leyfa okkur að afhenda matsannanemndunum okkar blómvendi sem er að brauðskast hér eftir 30 vetra nám með framúrskorandi árangri. Þetta er Alma Dröfn Vigmundsdóttir, Birna Ósk Gunnarsdóttir, Elín Helga Björnsdóttir, Guðbjörg Þóra Stefánsdóttir, Halldór Arnarsson og Hjalti Jósafat Arnarsson. Líkur bæði stúdentspróf og sjúkraliðanámi á 3 árum. Við viljum vekja svona athygli á þessum krafti og þessum möguleikum sem nefnir hafa hér skóla. Og þá er það Kristín Helga Stefánsdóttir
sem líka gott dæmi nemanda sem nýtir sér tækifærin hér í skólanum, sveigjanleika áfangakerfisins og fjölbreytt námsframboð. Hún kemur 15 ára í skólan og á 4 árum brautskráðst hún bæði sem sjúkraliði og stúdent, en þess má jafnframt geta að fyrsta ári stundu á námi jafnframt í grunddeild menntamála. Og loks vil ég biðja Bernhard Haraldsson, fyrrverandi skólameistara VFM, og koma upp á svið og taka við blómyndir frá skólanum fyrir hans góðu störf fyrir skólanum fyrir og síðan. Hvernig þú vilt hafa þetta, Palli minn? Fyrir hund. Já. Afsakið, hún Nanna Kristjánsdóttir, það hérna fórst fyrir, það verðlaun hérna fyrir framhaldsskólandi árangur í Raungrein. Þetta frá Gámaþjónustu Norðurlands. Og María Dís Ólafsdóttir. Það fyrir ákvæði varafyrir. Palli, hvernig? brautskráningarnema, það er Nanna Kristjánsdóttir sem
hefur það með höndum í dag. Gjörðu svo vel, Anna. Háttvirtur skólameistari, aðstoðarskólameistari, kennarar, útskriftarnemendur og aðrir góðir gestir. Til hamingju með daginn og gleðilega hátíð. Það er mér sannur heiður að fá standa hér í dag og flytja ræðu fyrir útskriftarnema. Þegar Hrafla bað mig að flytja ræðuna, hugsaði ég fyrst, gleymdi því? Nei. En síðan hugsaði ég að það margt sem hann hefur langað að segja, en hefur ekki gert það. Maður reyndi að haga sér til þess að fá útskrifast, en nú er ég komið húna og þið getur ekki tekið hann frá mér. Svona tímamótum fylgja mjög blendnar tilfinningar. Annar helmingurinn á manni hrópar, yes, ég er laus. En hinn hugsaði að þetta sé nú kannski frekar glatað. Maður á eftir að sakna kennarana, starfsfólksins og nemendana. Hér erum við búin að kynnast fullt af frábæru fólki sem erfitt er að kveðja. Ég vissum að þessi orð eiga vel okkur nemenduna, en ég kannski ekki alveg að vissum alla kennarana, sumir ef líklar hrópa með sjálfum sér, húrra, þau eru farin. Tölum aðeins þessa kennara. Þeir eru jú órjúmanlegur hluti af skólalífinu og hafa drjúgan þátt í þessu skemmtilegu minningum sem við höfum eignast á síðastliðnum árum. Þið verða átt ykkur á því að kennarar eru líklega af annarri framandi tegund. Það getur verið mesta skemmtun að fylgjast með hegðunarmynstri þeirra í sínu náttúrulega umhverfi. Manni þarf í raun aldrei að leiðast í tímum þótt að námsefnin sé eins óáhugavert og gerist, því að það má alltaf treysta því að kennarinn reynir að kæta nemendurnar með skrýtnum athugasemdum og bröndurum. Og þó þeir hitta kannski ekki alltaf í marki á nemendunum, þá er víst að þeim finnst þið sjálfur mjög sniðugir. En við höfum stundum rekið okkur á það að kennarar þeir átta sig ekki alveg á því að við höfum hvorki setið né kennt sama áfangan í 30 ár. Og þannig að þegar við réttum upp hönd til að fá hjálp og fáum svarið, þetta er ekkert mál, þú kannt þetta alveg. Hann mætti stundum halda að þeir væri að svara sjálfum sér heldur en okkur. En þeir hafa kennt okkur ýmislegt og ekki einungis úr bókina. Og það sem ég held að standi mest upp úr allavega fyrir mér er að danskan er lykillinn að lífshamingjunni. Einnig hef ég lært að efnafræði er uppspretta alla lífsorku, þannig að pæli í því að við varum í efnafræði á dönsku, það gerst þér ekki betur. Og við hefum einnig kennt þeim ýmislegt og þar má nefna atvik þar sem að nemendur hjálpuðu kennara að hlaða niður smáforritinu Snapchat í símann sinn og hafa furðu mikið af samskiptum farið fram í gegnum þann miðil. 17. mars síðastliðinn þá aðskildust við kennurum í 3 langar vikur og meðan kennararnir slöppuðu af heima í lúxusheitum þá unnu við nemendur hörðum höndum við að halda áall. Eða fyrst alla flestir. Ef við kannski nokkur er samt just eiginlega enginn heldur. En verkfallið lauk nú sem betur fer og samningar náðust. Og ég vona því innilega að kennarar hafa nú efni á að kaupa nýja töflutúsa sem mögulega ískra ekki og er með smá lit þannig að við sjáum hvað stendur á töflunni. Og ég persónulega mæli með því að splæsa 1 eða 2 gatara. Það virðist einhvern veginn ómögulegt að fá götu blöð hérna í þessum skóla. Og Guð hjálpi þeim nemendum sem nota 4 gatana uppi. En verkfallsskólinn er mjög góður skóli og hér er gott að vera. Hann tekur öllum opnum örmum og allir fá tækifæri til að skína á sínu sviði. Hér getur maður ráðið ferðinni sjálfur og fengið til þess góða aðstöðu. Mikil umfjöllun hefur verið skólan undanfarið og stundum ánægilega við að vera fleiri fréttur skólalífið á fréttasíðu DVF heldur en fréttasíðu skólans. En við látum þetta þó ekki áhuga fá því við vitum í raun hversu frábær skóli er. Dimmiteyringin sem haldið var á daginn, hún var hreint út sagt frábær. Þrátt fyrir leiðindi síðustu ára og slæma umfjöllun þá tókst þetta með príði, kennarar tóku vel á mót okkur og nemendur voru skólanum til sóma. Við bara þakka okkur öllu fyrir ógleymanlega dag. Dvöl mín í Vaffama er búin að vera yndisleg. Hér hef ég átt margar góðar stundir og kynnst fullt af frábæru fólki. Menn segja að framhaldsskóla árin séu bestu árin og ég var svo sannarlega ekki fyrir vonbrigðum mín. Takk fyrir mig. Nanna Kristjánsdóttir og þá er það María Jespersen. Við höfum alltaf 20 ára brjóðskráningarnema sem heldur svona stutt erindi og það er María Jespersen að þessu sinni.
fyrrverandi skólameistari sem ég ber gríðarlega virðingu fyrir, aðstoðarskólameistari, aðrir kennarar og starfsmenn þessa skóla og þið frábæru brauðskráningarnemar. Ég var nú að segja að það er svolítið erfitt að koma hérna upp á eftir henni Nönnu þegar hún var með frábæra tölu. Ég var nú búin að kvíða því nógu mikið að standa hérna fyrir framan fullt af fólki og tala. Mér leist ekkert á þegar Sigríður Huld hafði samband við mig. En ég hugsaði, ok, það fer aldrei verið eins og ég geri mig bara fíbli. Þannig að, það ekki bara best að byrja að gera sér fíbli? Það voru eins og þið 3 karlmenn. Þeir voru inn á almenningssalerni og voru að gera þarfir sína svona hlið, eins og strákar gera. Þegar svo fyrsti lauk sér af þá þvoði hann sér hendurnar og þurrkaði sér og leit síðan á hina og sagði, ég gekk í menntaskólann í Reykjavík og þar var kennt hreinlæti. Númer 2, hann lauk sér af og þvoði sér enn betur með sápu upp á olnboga og svo sóthreinsiandi krem á eftir og allt og sagði, ég gekk í menntaskólann á Akureyri. Þar var kennt ítrasta hreinlæti. Númer 3, þvoði sér, þurrkaði sér hendurnar, horfði á hina og sagði, ég gekk í VFMA, þar var kennt að pissa ekki á hendurnar á okkur. En nú eru svo 20 ár krakkar. Og ég veit, 20 ára stúdent er rosalega gamall í ykkar augum, en mér finnst ég ekki vera mikið eldri en þið. En allavega 20 ár sem ég útskrifast frá þessum frábæra skóla. Ýmislegt hefur breyst og annað ekki. Skólinn er enn eitt sá stærsti á landinu. Þegar ég gekk í skólann voru tæplega 1000 nemendur og mér skilst þessi 1200 núna. Þið útskrifist hérna 142. Ég útskrifast á 10 ára afmælisskólan sem þá voru 134 og það var stærsti árgangur, útskriftarárgangur til þess tíma. Og það var frábært að fá að útskrifast á 10 ára afmælinu og við vorum virkilega stolt sem útskrifuðumst þetta ár. Og ég vona að þið sem útskrifist núna á þessu 30 ára afmæli skólans gerir það með miklu stolti. Þegar ég var í VFMA þá var alveg harðbannað að fara skónum inn í kennslurýmið. Það átti allir að vera inni sko. Þetta fannst okkur hið sjálfsagðasta mál. Það voru líka bara B og C álmur sem var kennt í, fyrir utan svo álmuna og M stofurnar frábæru sem eru ennþá við lýði þó að það séu ekki sérstaklega stórar. Og það var mikið klúbbastarfsemi og félagsstarfsemi ýmiss konar á sínum tíma og til dæmis hestaklúbburinn Fram úr Hófi, leikklúbburinn Lókos, kvikmyndaklúbburinn Filman. Mér skilst sumir þess að klúbbar séu ennþá við lýði og það er alltaf besta mál. En við sem vorum í þessari félagsstarfsemi, við töldum okkur stundum endilega þurfa að vinna okkar verkefnum utan opnunartíma skólans. Og þá var ekkert að gera annað en að koma sér bara vel við húsvörðinn og fá lánaði lykil. Hvernig er það í dag? Ætli það gengið í dag? Veit ekki. En alltaf kennarar og annað starfsfólk þessa skóla, VFMA, er hæft fólk og leggur sér fram við sína vinnu og gerir sitt allra besta til að gera nám ykkar við skólan sem þægilegast og árangursríkast. Þetta fólk hafa allt saman mjög mikið hrós skilið því það getur bara ekki verið auðvelt að halda aga og kennslufriði í stórum bekkjum með því á misáhugasömum nemendum. Námið í VFMA er gott og að mínum mati frábærlega uppsett. Ég aðhylla sjálf ekki bekkjakerfi því öll erum við misjöfn með misjafnar þarfir varðandi námið. Sumir þurfa að vinna með skólanum og eiga því alls ekkert auðvelt með að vera í 100% námi. Og þá er gott að geta hagrætt námi og vinnu. Einnig áfangakerfið hentugt til að nemendur geti hagað námi sem eftir áhugasviðum og getu. Sumum hentar að hella sér út um mikið bóknám í einu og þeir geta þá klára stúdentspróf eða iðnnám á skemmri tíma en ella og það hefur sannast hér í dag. Og svo eru hinir sem að gera eins og ég, koma aftur mörgum árum seinna, bara einfaldlega af því að það er hægt. Af því að maður getur komið mörgum árum eftir maður útskrifast og tekið bara eitt fag, bara af því að maður langar það. Og ekki óskaplega sem er gaman að koma í VFMA og sitja þar og taka bara eitt fag á gamla góða skólabæknum. En gott nám er gulli betra
það þarf ekki að deila. Fjölmargir sem hafa útskrifast síðan úr VFMA hafa gengið menntaveginn og öðlast velgengni og mikla virðingu hér í okkar þjóðfélagi. En það nú samt þannig að langoftast halda atvinnutækifærin í hendur við góða menntun. Og því nauðsynlegt að byggja góðan grunn. Og ég trúi því og treysti að það sem þið ágættu brautskráningarnemar nú þegar búin að gera. Og það með sóma. Framtíðin ykkar og hvernig hún verður alfarið í ykkar höndum. Sum ykkar eflaust búin að ákveða fyrir löngu hvað þið ætlið að gera núna við útskrift. Sum komið með vinnu, jafnvel draumavinnuna. Sum ætla að halda áfram lengi í námi og fara í margra ára háskólanám og eru þess fullviss að það sé hið eina rétta. En svo eru örugglega mjög margir hérna sem hafa ekki hugmynd hvað þeir ætla að gera. Spurningar vakna eins og á ég að fara í háskóla? En hvað langar mig þá að læra? Á ég að fara í nám hér við HA? Á ég að fara suður eða til útlanda? En hvað ef mér langar ekki í háskóla? Ég þá bara einhver lúser? Ég get sagt ykkur það að þið eru ekki lúser þó þið ákveðið að fara ekki í háskóla. Ég get ekki sagt ykkur hvað þið að gera eða hvernig þið að svara þessum spurningum sem inn í höfðum ykkar, en ég get sagt ykkur að nám og skóli meira en bara háskóli. Og það að drífa sig í háskóla strax og eftir brautskráningu ekki endilega leiðin að rétta. Skóli lífsins besti skóli í heimi og það fellur enginn í honum, þó fólk náu vissulega misjöfnum árangliðar, rétt eins og annars staðar. Munið að njóta, skoðið heiminn ef þið viljið, og ef það það sem ykkur langar, ekki gera það sem aðrir ætlast til af ykkur. Gera það sem ykkur langar að gera og gefa ykkur tíma til þess. Þið eigið bara þetta eina líf og þið verðið að njóta þess. Það enginn sem gerir það fyrir ykkur. Það nefnilega ekki endilega neitt svo stórkurslegt að vera með 5 háskólagráður ef þið vitið ekki ennþá hvað ætlið að verða þegar þið verið stór. Nútíma skólakerfi frábært, hver og einn getur tekið sitt nám á sínum hraða, sínum tíma. Það engin pressa að fara í háskóla strax, því annars verður svo erfitt að komast þar inn. Í dag getur fólk hafið sína háskólagöngu á hvaða aldri sem bara þegar hverjum og einum hentar. En svo líka hitt. Það má ekki gera lítið úr þeim fjölmörgu störfum sem ekki krefjast háskólagöngu. Og það að velja slíkt fag til að vinna við líka til sóma. Ef þið ákveðið að ganga ekki lengra eftir menntaveginum, verið sem stolt af því sem þið hafa áorkað. Þegar þið gangið hérna út á eftir, þá óska ég þess að þið hugsið innra með ykkur og ég vil bara segja það uppátt með stolti. Ég frábær. Ég útskrifaðist frá einum besta skóla landsins. Ég brautskráðist frá VFMA í dag. Gangi ykkur vel og allt í haginn í framtíðinni. Þakka fyrir, Marja. Þá þessu nú að ljúka hjá okkur. Bara á eftir að segja nokkur orð hérna við þetta ágæta fólk. Það hér að baki mér. Ég geta að horta ákvæm með henni og hlýtt þessu orðin. Þið vitið að ég augu í nakkanum. Ágætu brautskráninganemar. Á stund sem þessari langar mig að brýna fyrir ykkur nokkur mikilvæg gildi. Eins og það að bera virðingu fyrir viðhorfum og skoðunum annarra. Að sýna samferðafólki ykkar umburðarlyndi á lífsins leið að vera æðrulaus gagnvart því sem þið ráðið ekki við. Hlustið og sjónamið annarra. Umgangist alla þá að vegi ykkar verði af sömu alúð, háa sem lága. Hafið hugfast að ekkert það starf sem ykkur verði falið svo ómerkilegt að það ekki skilið að vera leyst af hendi af fyllstu alúð og samviskusemi. Verið trúið við því sem ykkur treyst fyrir í stóru sem smáu. Verið virðingu fyrir og verið trú uppruni ykkar og heimabyggð. Leggið alúð við móðurmálið, hvert sem það og hæfileikana sem ykkur í blóðbornir. Þá ég loks þakka samstarfsfólki mínu fyrir velunni störf á önninni og skólaárinu og undirbúning og framkvæmd þessara hátíðar okkar í dag.
Ég óska brautskráningarnemum okkar til hamingju með daginn og starfsfólki, aðstandendum þeirra afsakið. En ég býð ykkur gleðilegt sumar. Síðasta vorna bauðin var gleðileg jól. Ég býð ykkur gleðilegt sumar og nú líkur þessir athöfnu göngu hér fram með nemendurna. Síðan verður myndataka eftir svona 15 mínútur, þannig að þá köllum við nemendur aftur inn. Myndataka tekur kannski aðrar 15 mínútur, þannig að ég þakka ykkur kærlega fyrir þessa góðu stund hér í Hofi í dag.